þá hérna 2C teljari. Það sami sem sagt JK flip-flop sem við erum að nota þar, sem sagt 74F112N. Og af því við vorum með þetta hérna í gangi, þá getum við í rauninni bara stækka þessa hérna. Hér þurfum við reyndar ekki að nota nema 3 rofa, sem sagt fyrir clear niðri hérna og preset og klukkupúlsinn. En við erum með 4 svona flip-flopa og þá setjum við það hérna til hliðar og stækkum þetta hérna. Og þetta á að komast fyrir á einni mynd, sem sagt hérna þessi 4 hlið við hlið. Þessum tökum út, getum við tekið út hérna J og K rofana. Það eru eftir 3. Það er búin að vista þetta undir nafninu teljari og ætla ég að taka út. Já, ég verði alltaf að slökkva á herminum áður en ég get breytt einhverju hérna. Það tek út hérna jóðið og þetta hér. Við tengjum þetta öðruvísi. Og svo bætum við bara við. En við höfum hérna klukkupúlsinn áfram og þessar 2 upp og niðri. S fyrir preset og R fyrir clear. Og ég ætla að reyna að færa þetta svona aðeins til vinstri. Svona. Og við fáum nefnilega á þessari mynd sjáum við að það er tengt þetta fast út í háttgildi. J og K tengt fast í háttgildi. Og svo tengjum við hérna á milli útgangurinn á fyrsta kemur inn á klukkupúlsindgang á næsta minnstætti, JK klukkupúl. Og við færum þetta hérna. Að taka þetta bara út. Við getum séð svo talninguna í tvíundakerfi með því að setja ljósin hérna. Já, ég kannski fært þetta aðeins til. Svona. Ok. Og þá get ég tengt þetta hérna betur. Og ég ætla að fá háttgildi á þetta. Hér er háttgildi, það er bæði J og K sem fer í háttgildi á öllum. Ég segi hérna copy á þennan JK flip-flop og þá reyni ég að hafa hann hérna eins nálægt eins og ég get. Ég má ekki hafa hann alveg alltaf nálægt. Og sjá. Ég er með 5 punkta á milli, sjá hvort að það dugar. Og reyna að tengja þetta upp. Sem sagt, ég tengi alltaf hérna yfir á næsta. Þetta á að verða teljari, svo að það hefur alltaf áhrif hérna gildis minnstibitinn, eða sá sem að
skiptisvegar í hvert skipti sem að klukkupúlsinn fellur. Hann er lengst til vinstri og þá þurfum við að merkja þetta samkvæmt myndinni og það er þá A sem er hérna lengst til vinstri, B, C og D er svo næstu til hliðar. Og þá tengjum við hérna preset á öllum niður frá R-róanum og já, svo er eftir að hérna fá háttgildi hérna inn á alla. Það er svolítið erfitt. Ég ætla að færa hérna ljósið eitthvað til. Þá hvort ég næ þessu hér. Út í háttgildi. Ég setja J og K fast í háttgildi. Svona, þá er komið J og K alls staðar í háttgildi. Og síðan er hérna preset, þetta þarf að fara út í rófan. Þá er henni að tengja hér til dæmis. Nú er að fara í rétta línu, tengja þetta. Þá er þetta preset alltaf komin á þennan rófa sem er merktur S hérna. Nú, ok. Ég hef kannski pláss fyrir ljós einhvern veginn svona. Eða, já, ég get líka fært þetta hérna. Svona. Þetta gengur. Og nú ætlum ég að setja upp ljósin hérna svo að ég geti fylgst með talningu í tvíundakerfi. Þá ætlum ég að hafa þetta hérna sem D sem stýrist mesta bitan hérna. Hérna C. Já, við erum aðeins svo nálægt, svona og þá svona. Sýnist það, en þó það er ekki alveg eftir á milli. Svo. Svona, það ætti að vera jafnt á milli þeirra. Ok. Milli ljósana. Og þetta ljós hérna er þá B. Er þú ekki að gera andliðin eða? Ég á eftir að gera andliðin. Myndu gera 4 eða ekki 1 andlið eða? Ég set 4 andlið. En þessi ljós er bara til að fylgjast með talningunni í tvíundakerfinu. Og þá sjáum við hérna eins og í verkefninu að hér höfum við 4 andlið til þess að taka stöðuna á hvar við erum stödd
í sannleikatöflunni sem við teljum frá 0 og upp í 15. Þeir eru með 4 bita hérna. Og seinni í verkvæðinu þá erum við hérna með þessa töflu. Það sem að við getum borið saman hexadesimalkerfið, tugakerfið og tvíundakerfið, binary. Við sjáum hérna 2 í 0, 2 í 1, 2 í öðru og 2 í 3. Og 2 í 0 það þá hjá okkur er A-ið og 2 í 1 þá B, C og D. En þetta hérna er í öfugri röð hérna niðri. Svolítið ruglandi en við þurfum að reyna að merkja þá. Sjá U1A, hvaða merking er þetta? Er þetta label eða hvað? Hvað er label? Það er U1. Já, U1. Og svo section A. Já. Spurning hvort við getum breytt þessu eitthvað. Getum sagt það bara til dæmis, getum haft þetta bara D þá. Hvernig var það? Má það? Það er spurning. Það er ekki víst. Því það er yfirleitt bara A og B þá. Já, við getum ekki breytt í. Já, alveg rétt. Þetta er læst. Já. Það er spurning hvort við ætlum að show reference, taka það út. Já, þá fer það. Hvað er þá sem value í þessu? Það er hérna típunúmerið. Já. Það er spurning. Við erum að skoða það seinna hvernig við merkjum þetta. En allavega við tengjum þetta upp svona og ég sýnir ykkur bara hvar við náum í þessi hlið. Við náum bara í almennt, já, takk, í and og já, search og þá höfum við hérna 4 einganga and. Ok. Þá segjum við það gott í dag. Þarna náum við í þessi andlið. Er ykkur leið að segja þetta sem við erum að gera í tölunni okkur? Takk. Já, ég held að sé hægt að vista þetta á hádrifið. Er það ekki möguleiki? Er ekki hægt að fara í bara file og save as? File, save as. Ég næ allavega eina hádrifið hjá mér. Það er spurning. Já, ég þarf að reyna að raða þessu betur upp. En við höldum það áfram í næsta tíma með teljarann.